Komið þið sæl og verið velkomin í oddvita umræður Ríkisútvarpsins í Ölfusi fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 16. maí. Ég heiti Anna Kristín Jónsdóttir og ætla að ræða við oddvita frambúðana tveggja sem leggja fram lista hér þetta vorið. Íbúar í Ölfusi eru rétt rúmlega 3000 og þeim hefur fjölgað mjög mikið síðustu ári eða það byrj 500 frá síðustu kosningum. Sjálfstæðismenn eru í meirihluta í bæjarstjórn með 4 fulltrúa og í minnihluta eru 2 fulltrúar B-lista framfara sinna og 1 frá H-listanum, íbúalistanum. En í vor þá eru 2 listar í boði í Ölfusi eins og áður sagði og hingað í Ráðhúsi í Þorlákshöfn eru komnir oddvitar beggja og má ekki bara biðja menn að kynna sig. Já, takk fyrir það og takk fyrir að koma. Grétar Ingi heiti ég og er oddviti Sjálfstæðismanna. Og hér hinum einn. Já, kæra þakkir og sömuleiðis fyrir að bjóða okkur hingað. Gunnsteinn Ómarsson heiti ég og er oddviti S-lista, Samfylkingarinnar og félaga í Ölfusi. Og þá nú svona hefðbundna spurning þegar menn eru komnir, það fyrir svona líður senna að kosningum og ef ég byrja bara á því að spyrja þig Gunnsteinn sem að hver eru brýnustu verkefni eða verða brýnustu verkefni nýrar sveitarstjórnar í Ölfusi og hvar liggja ykkar áherslur? Það nú mörg brýn verkefni svo sem í örstækkandi sveitarfélagi. En ég held að okkar áherslur liggi í því að taka utan skipulagsmál. Það nokkuð ljóst. Hér hefur verið mikill vöxtur. Við þurfum að passa upp á atvinnusvæðin og við þurfum sérstaklega að passa upp á hafnarsvæðið. Þar raunverulega lífa þessa samfélags og fyrir dyrum stendur að skipuleggja byggð ofan í hafnarsvæðið og það finnst okkur ekki vera passandi. Og við þurfum að passa upp á það að venda hafnarsvæðið og fara yfir þetta skipulag. Við, svo sem það margt, eins og ég segi, sem að þarf að horfa til, en við erum líka með við bjóðum fram með okkur bæjarstjóra efni og við leggjum mikla áherslu á opna og lýðræðislega stjórnsýslu og þess vegna höfum við leitað til sérfræðings í sveitarstjórnarmálum til þess að þegar að tilkemur að taka að sér starf bæjarstjóra. Hún heitir Bryndís Gunnlaugsdóttir og það verður okkar áhersla ásamt mörgu öðru að koma henni að. Grétar Ingi, þú ert hér í meiri hlutanum og búin að vera undanfarið 4 ár. Þá það svona kannski svolítið að halda áfram því sem hefur verið. En hvað finnst þér samt vera? Hvað er mesta áskorun í sveitarstjórnarmálum í Ölfusi? Ég kýs að líta á þannig að það eru engar sérstakar áskorunir. Þetta allt verkefni bara sem við stöndum frammi fyrir. Við erum náttúrulega að boða bara meira því sama. Við erum hér hefur bara verið fordæmlis uppbygging og undanförnum árum og á sama tíma erum við að treysta rekstur sveitarfélagsins. Við erum að skila metafgangi ár eftir ár og erum að sækja á forsendum verðmætasköpunar. Við erum að byggja velferðina á forsendum verðmætasköpunar. Við erum að laða hingað til okkar nýju og fjölbreytt fyrirtæki og sem að gera það verkum að við getum fjárfest án skuldasöfnunar og auki velferð og á sama tíma lækkað álögur íbúa. Og það svona, okkar helsta loforð er að við munum halda áfram á sömu braut. Í sveitarfélögin hérna á svæðinu, þau hafa kannski öll svona vaxið gríðarlega mikið á undanförnum árum og þið eru engir eftirbátar þar og kannski eins og ég sagði á 500 á þessu síðasta kjörtímabili sem við bæst við. Hafa ekki fylgjað því einhverjir vaxtarverkir þegar að sveitarfélagi stækkar svona ört? Eðlilega geta orðið einhverjir vaxtarverkir en það eru samt sem áður þannig að þegar ég kem nýr inn í þetta 2018 að þá var það svona mín upplifun og upplifun kannski margar annar að við vorum búin að vera svona í einhverjum varnarbolta í stað þess að sækja fram og auðvitað var það okkar stefna þegar við setjumst yfir málin að við vildum sækja og við vildum fjölga og sama tíma tryggja rekstur sveitarfélagsins góður og þegar vöxturinn er hraður eins og raun ber vitni, þetta er eitt hraðast vaxandi sveitarfélag á landinu að þá þarf reksturinn að standa á góðum grunni og föstum fótum og sem við höfum gert sem gerir það að verkum að
við erum að fjárfesta fyrir eigið fé, við erum að fjárfesta í innviðum áður en að það verður einhvers konar innviða skuld. Tókum í gagni núna nýverið nýjan leikskóla án þess að það hafi verið biðlistar á hinum leikskólan. Við erum að fara að byggja við grunnskólan áður en að þess verður þörf. Við erum búin að vera í hafnarframkvæmdum sem hafa gert okkur kleift að sækja fram í atvinnulífinu. Við erum stækkuðum íþróttahúsi sem var framkvæmd sem var hafin 2018 en klárum það með glæsibrag. Við erum að fara núna í bygging á fjölnota íþróttahúsi til þess að treysta grundvöll íþróttafélagana, þannig að allt snýst þetta bara að reksturinn sé í lagi og þegar það í lagi þá er ekki hægt að tala vaxtaverki, heldur vaxtaverkefni kannski. Gunnsteinn, hvernig finnst þér hafa gengið að mæta svona þörfum þessast sístækkandi bæjarfélags? Nei, ég ætla svo sem ekki að draga úr því að það er bara gengið prýðilega. Það er bara þannig. En það er samt alveg magnað að heyra Greta tala það því að við höfum nú aðeins rætt þessi mála að sveitafélagi hafi verið einhverju varnarbaráttu 2018 þegar hann tekur við. Við vorum náttúrulega bara í blúsandi sókn þá og þá var ég reynda starfandi hér sem bæjarstjóri og raunverulega það sem er að gerast í dag byggir að miklu leyti og að stærstu leyti á því sem að gert var á árunum þar á undan. Vissulega var varnarbarátta hér eftir hrun. Það er bara hreint og klárt, en við sóttum mjög sterkt fram og til að mynda það sem að mest byggir á hér í dag er tilkoma Smyrilæn hingað með sína starfsemi árið 2017. Það breytti öllu umhverfi í þessu sveitafélagi á þeim tíma og við snérum rekstri sveitafélagsins við á þessum árum og frá þeim tíma og frá því að Gretar og félag taka við 2018 hefur þetta bara haldið áfram að byggjast ofan á það og þann viðsnúning sem að unnið var að hér á árunum eftir hrun 2010 til 2018. En nú sitjum við hérna 2026 og 2018 segiru þá var það allt komið af stað. Skiptir það öllu máli núna fyrir kjósendur í vor? Það skiptir kannski ekki öllu máli fyrir kjósendur í vor, vissulega skiptir mestu máli fyrir kjósendur í vor að samfélagið byggist upp og hér sé velferð og sátt í samfélaginu. Þannig að en vissulega þar sem það að horfa á söguna og hvernig hún hefur þróast og gerst. Það talandi að boða meira af því sama, það er nú hugmyndafræði okkar líka að byggja samfélagið upp og draga ekkit úr velferð íbúa eða verðmætasköpun. Það við getum hort á þetta með misjöfnum hætti. Við allavega sjáum það að við þurfum að venda atvinnusvæðin, það er stórt atriði, en við þurfum auðvitað að horfa til og erum alveg sammála því og sömu línum með uppbyggingu skóla og mannvirkja og það að efla þurfi starfa eldri borgara og ungmenna og æskulís og íþróttastarfsemi í blóma og þurfum að halda því á þeim nótum, þannig að það fortíðin skiptir máli en hún kannski skiptir ekki öllu máli. Gretar, það skreyti ykkur með stólnum fjöður? Ég vil nú ekki meina það. Ég dreg ekkit úr því að auðvitað ykkur verkefni sem að hafa sannarlega voru komin í ykkur vinslu, en það breyti því samt ekki að nefna eitt fyrirtæki þegar við erum með fjöldan allan af fyrirtækjum sem hafa komið á undanförnum árum og höfum sótt gríðarlega sterkt fram þar, meðal annars með stofnun þekkingarsetur sem núna á fullu í að vinna græna iðngarða og sem að mun fjölga fjölbreyttum atvinnutækifærum enn frekar. Ég held að hver sem sjá vill getur séð að uppbyggingin hefur verið fordæmalaus á ekki lengri tíma en þetta. Og varðandi aðeins að því að Gunnsteinn kemur aðeins inn á hafnarsvæðið og því tengdu, þá það þannig að við höfum á þessum 6 árum sótt gríðarlega fjármuni í stækkun hafnarinnar, peningar sem voru ekki inn í samgönguáætlun og eru þar alveg nýir. Erum með áformum að stækka lengra til norðurs með tilheyrandi svæði með tilheyrandi upplandi fyrir hafnarsvæðið. Þannig að ég held að þetta sé bara allt í mjög góðum farvegi.
Mál sem að vakti mikla athygli á kjörtímabilinu sem að nú senn og enda sem að mölunarverksmiðjan Heidelberg sem að var farið að stað eða voru stór áform en endaði þannig að það fór í íbúakosningu og því var bara hafnað. Fóruð ekki fram úr ykkur þar? Þvert á móti, það mín einlæga skoðun að hlutverk okkar kjöruna fulltrúa fyrst og fremst að verja hagsmuni íbúa. Þarna vorum við með fyrirtæki sem vildi koma og ég tel það að vera mitt hlutverk að skoða það onni í kjölinn áður en ég fyrir að taka einhverja ákvarðanir. Í þessu tiltekna verkefni kemur fram mótstaða í okkar hópi meðal annars, þannig að það var tekin bara ákvörðun mjög fljótlega eftir að þetta kemur upp að þetta yrði farið með þetta í íbúakosningu sem við gerðum og því var hafnað og svo höldum við bara fram í lífi, sko. Það bara næsta verkefni. Gunnsteinn, tekur undir þessa lýsingu Grétars á því máli? Nei, ég held reyndar, svona eins og að blæsa við mér að það var náttúrulega bara langt gengið þarna og fyrirtæki fekk einhvern veginn að kynna þetta verkefni á þess að sveitafélagið hefði gert það með, skulum við segja, með hlutlausum hætti eins og maður horfir á það og þetta gekk hansi langt með raunverulega skipulagi á námasvæðinu í kringum Litla Sandfell sem dæmi. Áður en að þessi raunverulega hugmyndi var kláruð til enda þannig að ég hefði gjarnan kosið það að tengja það saman þannig að námasvæði allavega opið í dag og ég hugsa að það sé bara nokkur starfsemi horfin þarna sem að ég ímynda mér allavega í þessari íbúðakosningu að fólk hafi mjög líklega ekki verið fylgjandi. En svo langar mér líka til að nefna það því að ekki það ég ætla að dvelja við það en þegar Grétar nefnir að ég nefni eitt fyrirtæki, það var náttúrulega bara alls ekki svo. Það var miklu fleira í þeim pakka sem að gerðist hérna áður. En varðandi Heidelberg verkefni, ég held að, og það mín skoðun að þarna hafi bara verið gengið og langt og það kom mjög fljótlega í ljósi í þessu ferli að þetta var mjög umdeilt, enda niðurstaðan mjög einróma og kosningaþáttaka mjög mikil. Þannig kannski í raun og veru þá fékkst alveg afgerandi afstaða íbúa til þess og var horfið frá og það má segja að það voru það ekki skaði skeður eða hvað? Nei, ekki nema það. Ég hefði viljað sjá þetta svæði bara að þessu leytinu til venda þannig að það væri ekki verið að hleypa í námöndar upp í Litla Sandfelli. Langar aðeins að bregðast við þarna því að stefna sveitarfélags lungaður en ég kem á borðinu var að fjölga ekki námi. Þetta var skilgreind náma í aðalskipulagi. Þannig að það var alveg fyrir séð að við myndum ekki opna nýjar námur en þarna var og það má ekki gleyma því heldur að þetta verðmætasköpun fyrir sveitarfélagi. Þetta heilmiklu peningar. En ef við tölum með þessu atvinnumálin og þið nefnið þau sem náttúrulega og höfnina sem kannski svona hjartað í þessu samfélagi og lífæðin en hvað hvað getur og hvert verkefni sveitarfélagsins í því að byggja upp atvinnulíf á svæðinu? Verkefni sveitarfélags náttúrulega fyrst og fremst þau að skapa aðstöðu fyrir atvinnu og það þarf náttúrulega stefnu til þess að svona geta skilað á milli hvaða verkefni vilju taka við og hvað ekki. Í þessu sambandi að vera að því að þegar við vorum þarna að vinna að þessu og vissulega voru viðlögðum áherslu á að nýta landgæðin og náttúruauðlindi hér til þess að byggja upp vistvæna matvælaframleiðslu skulum við segja og skipulögðum þetta svæði hérna vestur með ströndinni með berginu fyrir fiskeldi og það var byrjað að byggjast upp og byggðist upp nú einn fiskeldistöð á þessum árum hérna 2014 til 2018 og til að mynda First Water verkefni sem nú sem áður var undir heitinu landeldi, það var komið að borðinu fyrir árið 2018 og í framhaldinu hefði maður vilja sjá þess háttar starf sem byggjast upp, ekki nákvæmlega þessum toga en að setja ofan í mitt þetta svæði jarðefna framleiðslu eða grótmýlingsverksmiðju, hvað ég var að kalla það, það ekki beint gæfuleg stefna, enda niðurstaða íbúa og fleiri auðvitað með sem staðfesti það. Hvaða starfsemi myndið þú helst vilja fá hérna Grétar? Mér langar að byrja aðeins að bregðast við því að þarna einfaldlega verið að fara rangt með Landeldisfyrirtæki var fyrirtæki Landeldi var sannlega komið að borðinu
en það var staðsett á öðrum stað og það var alls ekki búið að skipuleggja neina atvinnustarfsemi vestur með Bjargi, það er bara ekki rétt. Það eru breytingar sem koma til árunum eftir 2018. Varandi starfsemi sem að ég myndi mest vilja sjá við viljum bara halda áfram á þessari vegferð, við erum að reyna liðka til fyrir matvælafyrirtækjum en svo vill ég líka bara sjá meiri fjölbreytni, og með landeldisfyrirtækjunum hafa mörg verkefni komið inn að borðinu, það er súrefnisframleiðsla og það er fóðurverksmiðjur og ýmislegt sem hefur komið. Ég er ekki að segja allt verði af öllu því, en við viljum náttúrulega bara halda áfram þeirri stefnu sem við höfum verið að vinna eftir, er að taka vel á móti öllum sem vilja byggja hér upp. Því að það er ekki þannig að og þetta er öfundsverð staða sem við erum í að fyrirtæki eru í auknum mæli að leita til okkar og vilja byggja upp sína starfsemi hér. Við erum ekki endilega á þeim stað að við getum valið og hafnað á þess að við séum búin að skoða þetta í kjölinn, hvaða áhrif það hefur, hvernig uppbyggingin er og svo víðir. Bara þegar maður keyrir í gegnum þorpið eða bæinn í Þorlákshöfn, þá sér maður að það er bara búið að byggja mjög mikið á síðustu árum, það er bara fjölmörg hús hér út allt. Við höfum kannust við tala svona kólnandi fasteignamarkað. Hvernig er svona jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar í bænum? Það er í fínu jafnvægi. Það var til dæmis, ég heyrði áhyggjur raddir að það er fjölbýlishús við Ljósin, gatnamótin hér, það sem að sumir höfðu áhyggjur að þessar íbúðir myndu bara ekki seljast, en til dæmis í því tilfelli að þá er bara búið að selja allar íbúðir nema efstu hæðina. Við erum með svo kallar móaverkefni þar sem hefur gengið rosalega vel að selja, en auðvitað náttúrulega er ekki efnahagsástandið að hjálpa okkur í því. Það er og ég veit að það er víðar en hér erfitt að komast inn á markaðin, en framboðið er sannarlega til staðar og það er náttúrulega okkar stefna að hver sá sem vill byggja geti fengið til þess lóð, og það er það sem við erum að vinna að. Hvernig hefur hver er svona þín sýn á skipulagsmálinu og uppbygginguna sem hefur verið síðustu ár? Ég ætla svo sem ekki að tala það niður og vissulega bara jákvætt að byggist upp, en vissulega er það svo að það er í Þorlákshöfn í dag er væntanlega liðlega 1100 íbúðir sem eru fullbúnar. Á sama tíma er tæplega 300 íbúðir sem á byggingastígi og fleira í pípunum. Þetta er gríðarleg fjölgun og maður getur alveg haft örlitlar áhyggjur af því að það gæti orðið einhver stöðnun á markanum og við förum kannski ekki að tala það, en þetta er allavega, Greta kýs að kalla það verkefni, þetta er stórt verkefni að manna, það er alveg ljóst. Samgöngumálin hafa verið víða mjög ofarlega á baugi fyrir þessar sveitarstjórnarkosningar og hér er líka þetta samfélag byggist náttúrulega upp, það hefur verið mikil þróttur í atvinnuuppbyggingu, en það er líka mjög margir sem hafa sest að og er að sækja vinnu inn í borgina. Hvernig finnst ykkur sú tenging vera og hvað þar getur sveitarstjórnin gert til þess að bæta þar aðstæður? Það er auðvitað, ef við horfum á svæðið okkar, þá má kannski segja bara að stór höfuðborgarsvæðið sé eitt atvinnu- og þjónustusvæði að einhverju marki. En vissulega held ég að flestir þeir sem að komi hingað horfi til þess að fá atvinnu hér á svæðinu. Við þurfum vissulega ekki endilega að horfa á sveitarfélagið okkar en gætum horft á Suðurland og einhvern radíus hér frá þessu svæði sem ákjósanlegt atvinnusvæði og atvinnu- og þjónustusvæði. En mér hefði hugnast það að hér hefði byggst upp atvinna og samfélagið eða þéttbýli hér hefði stækkað samhliða uppbyggingu atvinnum. Það er að einhverju marki á hinn veginn núna og maður sér það núna. Það fólki hefur fjölgað meira heldur en störfunum. Já. Þessu er ég bara ósammála. Ég held að þetta sé ekki rétt metið. En varðandi samgöngumál, þá er náttúrulega okkar stærsta verkefni sem kjörnir fulltrúar er að viðhalda góðu samstarfi við og samtali við ríkið. Það er náttúrulega þreytandi þegar að verða ríkisstjórnarskipti að þá sé framkvæmdum frestað.
og allt á langan tíma. Við erum núna að berjast fyrir klifurinn í Skógarhlíðarbrekku áður nú kemur að Þrykslum. Hér er mikil þunga umferð sem að fer í tengslu við höfnina og starfsemi Icelandic Glacial og svo auðvitað laxeldisverkefna þegar að því kemur. Þetta er okkar stærsta baráttumál og það er ótækt að við ríkisstjórnarskipti að þá sé þeim framkvæmdum frestað. Og ég get nefnt í annað dæmi í þessu er að við eigum mikið undir ríkinu varðandi uppbyggingu hafnarinnar og við höfum sýnt það að hver króna sem þú setur í fjárfestingu hafnarinnar skila sér margfalt tilbaka fyrir land og þjóð og það að peningur sé kippt út á sama tíma verið að tala um hafnir sem eitthvað líkil af verðmætasköpun hjá ríkisstjórninni þá er framlögum í hafnabótasjóð fækkað og framkvæmdum sem að við vitum þó fyrir víst að að skila sér margfalt tilbaka fyrir þjóðarbúið að þeim sé frestað. Það er okkar stærsta baráttumál. En svo við sláum hér úr einu í annað, þá er eitt af þeim sem menn velta stundu fyrir sér og hefur víða verið, það sem hefur verið svona mikill vöxtur á fasteignamarkaðum til dæmis, að það hefur fasteignamatið hefur hækkað mikið víða, gjöldin þar með líka, er það eitthvað sem þið hefur velt fyrir ykkur að stilla af? Við erum núna 8 ári röð búin að lækka álagningarprósentu fasteignagjalda. Auðvitað hefur fasteignamatið náttúrulega hækkað gríðarlega á sama tíma sem þýðir að við höfum ekki náð að lækka krónutöluna. 2025 var reyndar fyrst ári í mjög langan tíma þar sem ég borgaði krónutölu minna heldur en árið áður en staðreyndin er sú að því að Byggðastofnun gefur út það er stöðluð hússtærð sem að þú getur svo leikið með að færa á milli byggðakjarna og séð hvað þú ert að borga í gjöld og staðreyndin er sú að það er hvað lægst hér. Við erum lægri en Hveragerði, lægri en Árborg, lægri en Hrunamannahreppur, lægri en Vík í Mýrdal, lægri en Hafnarfjörður. Þetta eru staðreyndar. Þannig að og ég get bara sagt að ef að fólk setur XVD þá munum við halda áfram þessari vegferð. Hvað segir þú, Gunnsteinn? Hvað segir Samfylkingin og félaga fasteignagjöldin og útsvarsprósentun og svona þetta sem að menn velta stundu fyrir sér með tekjur sveitarfélagana? Já, og það er reyndar alveg rétt og þetta er pínlítið þannig að sé leikur á tölum og talandi að lækka fasteignagjöld, það er náttúrulega ekki það sama og lækka álagningarprósentuna. En samt sem áður. Svo eru liðir þar inni sem að við ráðum ekkit eins og sorpbyrðinu til dæmis. Nákvæmlega, en það er eins og bara jákvætt að lækka prósentuna og við munum gera það. Við erum ekki að koma inn til þess að hækka álögur og íbúa og langt í frá. Það er ekki þannig að það sé okkar markmið að fólki er hræðast að við munum gera eitthvað verð heldur en XD og ég get alveg sagt það ef að fólk setur X við S að þá munum við lækka álagningarprósentuna. En nú eins og þú vísaði til áðan þá erum við hérna á Suðurlands undirlendi kannski þetta stóra svæði hérna er svona í hugum margra sem koma hér í gegn bara eitt stórt svæði en mörg sveitarfélög á því. Hvað finnst ykkur um það? Ég bara tek undir það að þetta er eitt atvinnu og þjónustu svæði og við þurfum að starfa mjög sterkt saman. Hér þarf að vera öflug samvinna á milli sveitarfélaga á þessu svæði. Og það er bara líkið, talandi um verðmætasköpun, þá verður til verðmætasköpun úr samstarfi. Og það er einhvern veginn þannig að samstarf er líkill að árangri. Og það er raunverulega það sem við köllum eftir og leggjum áherslu á. Það er samstarf og það er samstarf við íbúa, það er samstarf við fyrirtæki á svæðinu, það er samstarf við nágrannasveitarfélög og við viljum auðvitað bara samstarf við kollega okkar eða félag okkar í bæjarstjórninni. Hafið þið eitthvað tregðast við meilhlutanum við samstarf á þessu svæði? Alls ekki. Við vinnum afskaplega vel við nágrannasveitarfélagunum okkar. Samstarf þýðir þó ekki alltaf að það þurfi allir að vera sammála alltaf. Auðvitað er það mitt hlutverk sem kjörum fulltrúi hér í sveitarfélaginu Ölfus er að verja hagsmuni sveitarfélagsins Ölfus og íbúa þess. Þannig að við höfum að sjálfsögðu sett fótið niður þegar við finnum að það sé á okkur tróðið. En ég held að samstarfi sem slíkt bæði í héraðsnefnd Árnessýninga og í þeim byggðasamlunum sem við rekum hefur bara verið fanta gott. Við erum nú stundum að velta fyrir okkur meiri hluta samstarfi en það er tómtmál að tala því hér verður að annarkvort eða eftir kosningarnar. Gunnsteinn nefndi bæjarstjóra eða sveitarstjóra efnið hér í upphafi. Hvað segir þið sjálfstæðismenn? Með bæjarstjóra. Við erum með okkar bæjarstjóra efni líka. Við erum með Elliða Vignisson þar sem hefur gengt þessu starfi í 8 ár og
svona úr því að Gunnsteinn minnist á sérfræðing í sveitarstjórnarmálum og þá held ég að finnir ekki mikið meiri sérfræðing í sveitarstjórnarmálum, búin að starfa sem bæjarstjóri í að verða 20 ár, telst mig til, en það mín einlega skoðun að Elliði við staðið sem bara fanta vel, hann náttúrulega öflugur framkvæmdastjóri þessa sveitarfélags og málsvari okkar íbúa og talsmaður þess. Þannig að það verður samt bara, menn verður þetta að ná saman líka í samstarfi eftir hvort sem það verður, þó það verður bara annar í meiri hluta og hinn í minni hluta og við segjum bara ekki fleira hérna úr Þorlákshöfn í bili og ég þakka bara Grétari Inga Erlendsinni Sjálfstæðisflokki og Gunnsteini Ómarsinni Samfylkingunni og félagum fyrir samtalið. Það styttist í kosningarnar 16. maí, verið sæl.